Góða kvöldið, kæru áhorfendur og Örn Arnarsson heilsar ykkur hér úr Býflugna búinu á Vesturgötu. Það framundan leikur hér í fyrstu deild kalla í körfubolta. IA tekur á móti botnliðið Þórs frá Akureyri. Hér með mér á eftir er hann búinn að sinna mikilvægum erindagjörðum. Þarna er þessi hávakni skeggjaði myndarlegi maður sem stendur þarna fyrir aftan ritaraborðið. Hannibal Hauksson verður með mér hér í kvöld. Það er slatti af leikjum í fyrstu deildinni í kvöld. IA tekur hérna á móti Þór, Hrunamenn taka á móti Selfossi, Sindri tekur á móti Skallagrími, Fjölnir gegn Ármanni. Og við fylgjumst að sjálfsögðu með þeim leikjum. Skagamenn að koma úr tapleik gegn Sindra fyrir austan. Það sem að kannski bar hæst að skotnýting Sindramanna var bara ótrúleg, vel yfir 50% í þriggjastiga og maður var hérna heima á Skaganum að fylgjast með þessu á tölfræði vef KKÍ og það virtist allt fara ofan í hjá þeim. En líkt og í síðasta heimaleik að þá sýndu Skagamenn töluverðan karakter og hjarta hérna í síðasta leiklutanum og skoruðu og gerðu heiðarlega allu að því að ná einhverju út úr þeim leik, en það hafðist ekki. En hér eru Þórsarar komnir sem að eru sitja neðst í deildinni eftir 10 umferðir og með 0 stig. Þeir hafa tapað öllum 10 leikjunum. Skera sig verulega úr í deildinni. Svona bara, það er ekki bara að þessi eina liði sem hefur ekki unnið leika. Það er næsta lið fyrir ofan er sko Fjölnir með 3 sigurleiki, þannig að og pluss mínus tölfræðin hjá Þór. Þeir hafa fengið á sig 240 stigum meira en þeir hafa skorað. Þannig að fyrirfram myndi maður ætla nái Skagaliðið að sjálfsögðu að spila sinn leik og þá ættu við að eiga von á góðum úrslitum hér í kvöld. En það sem maður segir á pappír, það er ekkert alltaf það sem skiptir máli. IA situr í 7. sæti með 8 stig. Þar fyrir ofan í 4., 5. og 7. sæti eru lið með 10 stig sem að Skagamenn geta jafnað við. Það eru Selfoss, Hrunamenn og Ármann. Álftnesingar svolítið að stinga af með 20 stig á toppnum. En við skulum kannski bara renna yfir leikmannahópana sem að mætast í kvöld. Byrjum á heimamönnum. Númer 1 er Davíð Alexander H. Magnússon, númer 2 er Hjörtur Hrafnsson, númer 3 Þórður Freyr Jónsson, númer 4 Daði Már Alfreðsson, númer 6 Gabriel Adesteg, númer 7 Július Dúranóna, númer 8 Tómas Andri Bjartsson, númer 9 Jóel Dúranóna, númer 10 Lucien Thomas Kristoffis, númer 16 Felix Heiðar Magnason, númer 18 Marko Jurica og númer 24 Jalen David Dupree og Nebojša Knežević þjálfari. Sem fyrr Skagamenn hafa verið þokkalega heppnir með meiðsli núna undanfarna vikur, 7-13. Vonum að það haldi áfram. En Þórsarar mæta hér með örlítið skertan hóp. Páll Nóel Hjálmarsson er númer 4, númer 5 er Arngrímur Alfreðsson, númer 7 Hlynur Freyr Einarsson, númer 8 Arturo Rodríguez, númer 15 Smári Jónsson, númer 20 Hákon Arnarsson, númer 25 Baldur Örn Jóhannesson, númer 27 Fannar Ingi Kristínarsson, númer 37 Zach Harris og númer 44 Tony Kuduk. Þjálfari Þórsara er Óskar Þorsteinsson. Hannibal Hauksson sestur hérna hjá mér. Blessaður vinur. Blessaður. Gaman að fá þig aftur hér. Sömuleiðis, gott að vera komin. Megum ekki búast við, nú er þú yfirleitt svona maðurinn sem ég spyr. Með hverju megum við búast hér í kvöld? Þórsarar hafa farið afar illa af stað á tímabilinu og eflaust mörgum að óvörum. Þannig séð, þetta er lið sem kom úr efstu deild á síðasta tímabili og þeir skrapa botninn og vel það. Ef við horfum í það, þá er náttúrulega IA raun og veru ætti að vera í annarri deildum en þeir voru í Dominus-deild, þannig að þannig sé ætti Þór að vera sterkari. Hvernig deildin hefur spilast í ár, ætti IA að vera sterkari. Já. Þórsarar eru án sigurs og það er alltaf hættulegt að mæta svoleiðis liðum. Þeir eru 10-0 og IA er 4-6 og IA er eins og útivelli heima. Þetta eru 2 sigrar í 5 leikjum, bæði úti og heima. Þannig að ef ekki segja að IA taki það þá verður 3-3. Já.
Það er rétt sem þú segir og ég var einmitt að koma inn á áðan hérna áður komst að Skagaliðið þarf að mæta til leiks. Það breytir staðan á töflunni breytir engu og þó maður beri saman tölfræðina milli liðana að þá hefur það ekkert að segja þegar að í leikin er komið. Akkurat, og það hefur svolítið verið mitt með í á þessu tímabili, þeir hafa annarkvort mættið ekki. Akkurat. Þeir eru sko mínus 90 eða eitthvað í stigum úr þessum 10 leikjum. Já. Þannig en samt búin að vinna 4. Já. Þannig að ég held að sé með sko einu lélegustu þannig séð. Já, þetta er svona dálítið þessi tölfræði gefur verulega til kynna svona skorta stöðuleika sem við höfum því miður séð. Já. Við höfum séð hérna í útsendingum hjá okkur hérna á IATV, þá höfum við séð á vinna jafnaleiki, við höfum séð á tapa mjög stórt leikjum sem við bjuggumst við fyrirfram að yrðu mjög jafnir. Akkurat. Og eins, ég meina hafa komið okkur á óvart, síðan hefur maður heyrt af útileikjum móti Álftanesi, til dæmis 5 stiga tap þar, hann áhugaverð saga sem að þú veist og getur sagt okkur aðeins, það var hann vítatölfræðina þar. Já, sko, þú hefur að skoða það. Fundist athyglisvert hvað IA er að taka fá víti í leik. Ég held reyndar að mér fannst nýtingin heldur ekki að vera góð, hún var betri en ég held, hún er svona bara næstu því á pari við nýtingunni hjá andstæðingum okkar, en við erum að taka sko miklu færri víti í leik, það er tvennt sem getur spilað hérna. Í annars vegar það að ég er bara ekki að fá eins mikið af villum eins og hin liðin er að fá. Eða þá að við séum bara ekki að sækja nógu mikið að körfunni. Við erum búin að fá 182 víti á tímabilinu en andstæðingarnir okkar hafa fengið 264. Akkurat, og í þessum leik á móti Álftanesi sem ég nefndi, þar erum við að fá Skagamenn að fá 6 víti á móti 26. Já. Og tapa leiknum með 5 stigum. Töpu leiknum með 5 stigum, þeir skora 15 fleiri stig á vítilinu heldur við. Þannig ég held að, og það eru fleiri svona leikir á þessu tímabilinu, það eru bara 2 leikir á þessum 10 sem við höfum fengið fleiri víti heldur en hin liðin, en það eru mjög margir leikir sem við fengið miklu færri víti heldur en hin liðin. Og það er svona að vantar þarna inni finnst mér að við förum að sækja bara meiri villur og sækja meira á körfuna til þess að fá þessa villur. En kannski rétt fyrir svona þá Skagamenn sem eru að horfa að svona leikmennin sem að við ættum kannski að vera að fylgjast með hjá Þórsurum, það er kannski helst að nefna Arturo Rodríguez sem að spilar tæpar 37 mínútur í leik, hann spilar flestar mínútur að meðaltali hjá þeim með 21 stiga meðaltali og 13,7 í framlag. Þetta er reyndar, myndi maður segja, í skugga Taro J. Break sem er farinn, sem var stigahæstur þeirra með 22,7 stig. Þannig að það er spurning hvort að Rodríguez er að fara að taka kannski meira til sín í fjarveru en þeir eru vissulega komnir með leikmann sem að hverju megu byrjunarliðið þeirra, Hlynur Freyr, Arturo Rodríguez, Smári Jónsson sem einnig hann er stigahæstur íslensku leikmannana með 15,7 stig og 10,5 í framlag. Baldur Örn fyrirliði og síðan Tony Kutu. Hefur þú einhverjar sögur að segja af þessum leikmannum? Nei, kannast eitthvað við á? Nei, ekki þannig, en það verður spennandi að fylgjast með barðunni hjá Tony Kugut og Jalen Dupree, þeir eru báðir mjög stóri strákar, heldur séu báðir skráðu 2.08. Þannig að það verður forvitnilegt að fylgjast með barðunni þeirra undir körfunni. Jalen er náttúrulega, hann er næst frákastahæsti leikmaður deildarinnar og er að skila þessari svokölluðu double-double að meðaltali í leik sem er bara jákvætt fyrir stóra mann. Akkurat. Vekur athygli mín að stigahæsti leikmaður Skagamanna að meðaltali eftir aðeins 2 leiki. Marko Djurica er ennþá sem 7. maður á varamannabekknum. Júlíus Þóra núna og Þórður Freyr halda sæti sínu í byrjunarliðinu þrátt fyrir góða innkomu frá Marko. Já, Marko kannski, eða liðið og Marko kannski líður fyrir það að Gabriel og Marko eru svolítið að spila sínu stöðu. Og Gabriel er náttúrulega búinn að vera gríðarlega jafn á þessu tímabili og hann náttúrulega bara kann ekki hætta og gefst aldrei upp. Nei. Skagamenn vinna uppkastið og eru komnir hérna í sína fyrstu sókn. Þórður í þristinn, aðeins skakkur. Rákast hjá Kuduk. Arturo stjórnar leiknum fyrir Þór. Þórsarar. Jalen hann kannski heppinn að fá ekki villina á sig. Smári.
Kútúk með frákastið og skilar sinni fyrsta stíginn eftir sóknarfrákast. Byrja vel, Kútúk komið 2 frákast á inn af 1 mínútu. Það heldur svona áfram það endar hann í 80 frákastum. Og Lucien í þristinn, Beintoni svarar þessu. Þetta er mikilvægt. Lucien er búinn að vera svolítið jójó hjá okkur núna á þessu tímabili. Hann er búinn að vera mjög góður og hann er svo búinn að vera slakkur. Við vitum hvað hann getur og við viljum fá mikið frá hann ykkur minnstaleik. Baldur unna körfunni, Jalen gerir vel í að svona bara trufla hann á þess að brjóta á honum þarna. Þurfti ekki að slá. Svona Skagamenn aftur í sóknina. Það ég er sammála þessu með og eins hefur ég verið að kvarta undanföllum leikjum undan sérstaklega 3 stiga skotnýtingunni á köflum hjá Skagamönnum sem eru svona kannski myndi maður, það er svolítið skrítið að skotnýtingin sé betri útivelli heldur en að heimavelli og að gestaliðið sé ítrekkað með betri skotnýtingu. Smári gerir þetta frábærlega. Þarna klára. Kemur Gabriel, Skagamenn keyra, Gabriel inn að körfunni, setur hann niður. Það er Smári fyrir Þórsara og Baldur, Arturo, Daflin, út á Kútúk sem hótar þristinum. Jalen gerir vel í að stoppa þetta dræf hjá honum. Mjög erfitt skot og enn er Kútúk að taka, nei, skotklukkan búinn. Já, nú er Skagamenn hefnir, en þetta er raun og veru kannski fyrsta sókn í leiknum sem að er stoppuð. Já. Skagamenn getur þá aukið forskot sitt hérna. Julius kemur út og færa hann. Getur hreyfing á þessu. Gabriel í árásina, vinstri handa sveifluskot, yfir Kútúk, gengur ekki. Rodríguez kemur upp með boltan. Smári kemur og inn á Baldur með sendinguna bara víðs fjarri. Gabriel nær að halda þessu inn á og keyrir inn að körfunni. Þetta er Gabriel Andestek sem við þekkjum, hann eldir boltana, mér finnst hann skera sig úr öðrum erlendum leikmönnum sem ég man eftir. Algjörlega og íslensku líka, hann bara, eins og sagði, hann kann ekki hætta. Þarna hefði margir bara látið boltan fara út á og taka bara engast og stilla upp í sókn. Akkurat. En það er bara ein leið hjá Gabriel og það er bara áfram. Ágæta, Skagamenn haldið áfram að Lucien finnur sér opið skot, setur hann niður, hann er komið 2 þrista hérna í fyrsta leikluta á fyrstu rétt rúmum 3 mínútunum. Og þarna líka, þarna villi fá stóðsendingu bara á Jalen, hvernig hann býtur pláss fyrir hann, Algjörlega, sóknarbrot dæmt á Baldur. Erfið byrjun hjá Þórsurum eftir kannski, já, fyrstu 2 sóknirnar, fyrstu 2. Já. 10-4 og Skagamenn geta haldið áfram. Það er líka óskandi að ef að þetta leikurinn heldur áfram að þróa svona. Þórður fyrir þristin, aðeins og langur núna. Þeir misnotaðir hjá Þórði í byrjun. Þegar hann finnur fjölina, Rodríguez fyrir árásina, Lucien brýtur á honum, réttilega dæmt villa. Að ég er að segja, ef að leikurinn heldur áfram að þróast í þessa veruna, að þá gætu við fengið margar mínútur á þessa ungu drengi sem að eru byrja á bekknum hjá Skaganum. Algjörlega. Við verða að hrósa Nebojša Knežević fyrir líka að það sem að honum tókst að gera hérna gegn Skallagrími til dæmis í síðasta leik. Í jöfnum leik, spennandi leik, fengu allir leikmenn góðar mínútur. Já. Ekki bara ruslmínútur, skilur við. Hann er að rótera þessum ungu strákum inn á, þannig að þeir fái bragðaði að spila með fyrirliðs leikmennum. Ég er búinn náttúrulega líka býr vel að því að hann er búinn að þjálfa mikið í yngri flokkum og hann veit hvað þetta skiptir miklu máli og hann er með náttúrulega gríðarlega ungan hóp þó svo við séum með hérna, erlenda leikmenn sem er náttúrulega að draga vagnin með þeim en þeir að fá þessa mínútur eins og segir, það er bara gríðarlega mikilvægt. Og vissla dæmt hér á Þórð fyrir víkingu. Rétt á meðan við vorum að spjalla þá sáum við, sjáum hérna það er hrinding dæmt á Þórð. Skoraði Jalen Dupree fallegt sveifluskot með fallegu sveifluskoti. Smári fær hann úr innkastinu og enn einu sinni er Jalen að verja skot. Kútúk inn að körfunni. Finnur lausan bolta þarna.
Hissa Þorði að blokka þetta ekki. Það er kannski eftir að brota. Nei, það er óslemt. Boltinn út á Gabriel sem að fer inn að körfunni og Júlíus. Hann kannski gerði sér ekki grein fyrir plássinu sem hann hafði þarna. Nei, það var kannski aðeins nær hringnum en hann hélt. En þetta sjáum við hvað Jalen er búinn að búið til. Á Rodríguez í þristinn, ágæti skytta, Arturo. Þannig voru 2 á 1 undir körfunni og þau vildi ekki fara upp á móti Jalen. Arturo Rodríguez með 33% þryggjastæða nýtingu í vetur. Þá koma Marco og Davíð inn á. Marco hefur mér fundist vera góð viðbót við þetta lið. Einhvern veginn svona púsl sem passar. Þetta er ekki bara eitthvað púsl, skilur. Og líka bara þessi strákar með gríðarlega reynslu. Spilaði með Vestra í Subway-deildinni og fínasta vörn hérna. Þetta var nú bolti sem baðum að vera stólið. Linur út í hornið á Kutúk sem að fer í þristinn og Marco með frákastið. Ágætlega mætt í hérna á Vesturgötuna. Jalen fer frábærlega inn að körfunni. Það hlýtur að gefa honum aðeins sjálfstraust á móti þessu risa. Hann virðist geta kjötað hann alveg að vild. Vel gert þarna hjá Baldri. Þó svo er það 6 á þetta, komin inn í 4 stig. Það koma svona hægt og bítandi upp. Já. Á meðan að liðin skiptast bara á körfum, þá breytist ekkert. Gabriel í þristinn, Bengtoni minnir á það, þú mátt ekki skilja hann eftir þarna. Og Lucien við það að stela boltanum hérna. Nú að passa sig önnur villan á Lucien. Það koma Hjörtur og Felix inn á fyrir Lucien og Jalen. 2 yngstu mennirnir í hópnum. Ekki mikið mál fyrir Hjört að laga netið þessum strákur treður auðvitað. Það er gaman fyrir menn eins og Felix, svona stór og að fá að kljást síðan við atvinnumann. Já, ekki. Þarna hinn í Þórsliðinu munar nú ekki mikla á þeim á hæð. Nei. Svona að sjá bara nánast engu. Nei. Kutúk út í hornið. Arturo Rodríguez inn að körfunni, finnur Kutúk og það er varið skot hjá Felix og önnur villa á Felix væntanlega. Það er eitt sem ég sakna svolítið í körfubolta. Það er svo svolítið 3 sekúndur. Þetta er regla sem er til. Já, en það eru fáir dómarar sem að þeir eru þó nokkrir sem að hafa sérstakann áhuga á þessu reglu. Fer fækkandi. En Jalen kemur inn á fyrir Gabriel. Fyrsta víti á nú, 17-11. Gaman að heyra indjónatrufli sem að Sigurður Einarsson bjóð til hérna í höllinni. Pabbi Ragnar Sigurðsson. Skipting, þá kemur leikmann nr. 20 inn á Hákon Hilmir Arnarsson fyrir Smára. Smári Jónsson ekki enda komin á blað. Marco við það að skrefa þetta. Það tiplaði helviti mikið. Leitar að Jalen, hlýnur til varnar. Jalen út á Felix sem að fer í 3 stiga skotið, aðeins skakkur. Rodríguez með frákastið. Hjörtur fær það hlutverk að eltast við hann. Kutúk í þristinn, hann vissi alveg að Jalen á það. Já, en hann virðist trúa á þetta skot. Þetta er annað skotið á nákvæmlega sama stað. Já, Marco keyrir inn að körfunni og innkast dæmt. Salomón Stómur þá mögulega. Ég er nú vissum að Marco vildi fá villuna en ekkert dæma Þórsurum boltan. Dómararnir í kvöld, Jón Svan Sverrisson og Daniel Steingrímsson. Og Hjörtur brýtur á Hákoni.
Sindri 15, Skallagrímur 14, Fjölnir 9, Ármann 17, Hrunamenn 15, Selfoss 15, Suðurland slagur þar. Heldur betur. Hér 17-11 fyrir Skagamenn. Skagamenn ekki alveg búin að ná að hafa ekki náð einhvern veginn að, ekki ennþá, að rífa sig alveg frá Þórsurum. Þeir hanga í þeim. Það er ekki strikkjastega munur. Þetta er þetta Jalen er bara að koma upp boltarana í frásókn fyrir röð. Jalen frekar veiktun að körfunni, tekur frákasti sjálfur og skiljar sig niður. Það er líka aðeins að Tony er ekki að dekka Jalen í okkur. Já. Þetta var ágætlega gert hjá Þórsurum. Fyrir of auðvelt finnst mér. Já, samanlega. Marko stígur tilbaka á Davíð, 7 sekúndur á klukkunni. Davíð með flotta árás á körfuna, skotið ekki nákvæmt. Kemur Rodríguez upp í þristinn og stuttur. Hjörtur með frákast og villa dæmt á Hákon. Skipting hjá Þórsurum. Páll Nóel Hjálmarsson kemur inn á fyrir Baldur Örn. Skotleiking Skagamanna fer ágætlega á stað, 50% heilt yfir línuna. Ekkert víti komið ennþá. Nei. Móti 4 hjá Þórsurum. Marko í 3 stiga skot, beint ofan af dribblinu og fellur síðan við hér. Ekkert nema nett. Rodríguez og þá Páll setur fyrsta skoti niður. Þetta þurfti að vera hátt. Þetta er bara, menn eru bara að skiptast á stigum. Ef að í að skora 2 stiga þá koma Þórsarar með 2 stiga og sama með 3 stiga körfurnar hér. Marko og hann er komið með Tony á sig hérna fyrir árásina. Dettur hann að virðist vera frá körfunni. Hann er ekki að fá neitt. Nei, annars skipti sem hann fer svona keyrir að körfinu og lendir í einhverju samstöði og hvorugt skipti hefur brotið handmiðin. Rodríguez og leysir þetta vel. Og Páll aftur í horninu. Hittir ekki. Davíð nær frákastinu, kemur á Marko. Marko missir boltan. Rodríguez stelur í honum. Felix í flotta vörn, en glæsilega klárað hjá Rodríguez. Einstigsmunur og einn sókn. Einn sókn, 1 skot. Jalen. Og spurning hvað menn ætla að stilla upp í. Davíð. Fær hindrunina, fer í langan þrist, allt og stuttur. Það var aðeins og snemma. Tony of seinna skjóta. Þarna hefði nú bara Hákon átt að skjóta sjálfur. Já, ég held að. 22-21 hér eftir fyrsta leiklutan. Skagamenn áttu ágætis kafla þarna miðjan, en náðu ekki að einhvern veginn að slíta sig almennilega frá og hleypa Þórsunum bara aftur inn í leikinn. Já, algjörlega. Mér fannst þetta á tímabilið sem Skagamenn var að taka þetta yfir. Mér finnst þeir hafa verið að spila bara nokkuð vel, en mér finnst Þórsarar ekki að spila eins vel, þannig að þeir kannski eiga þá bara meira inni sem er ekki gott fyrir Skagamenn, en þegar munurinn er bara 1 stig. En ég verð að segja að því að við ræddum hérna vítanýtinguna fyrir leiki, að víta fjöldan fyrir leikin, og við kannski tölum það hvort að Skagamenn var ekki að keyra mikið á körfunum. Ég finnst þið vera búin að keyra mikið á körfunum þessu leik. Sjáum hérna svipinnur úr fyrsta leiklutanum. Og stiga hæstur Skagamanna er væntanlega Lucien, nei, ég ætla að sé ekki Jalen Dupree. Startið er eitthvað að hyggsta hérna hjá okkur, hjá mér, vil ég segja. Já, það er komið núna. Jalen og Lucien með 6, en Gabriel er komið með 7 stig. Já. Hjá Skagamönnum. Og hjá Þórsurum þar er Tony með 8 stiga hæstur. Páll með 3 og aðrir með 2 sem hafa skorað.
annar leikurinn kominn bara í gang. Og Þórsarar geta komist yfir hérna í fyrstu sókn. Páll undir körfunni, Jalen til varnar. Þetta ekkert auðvelt að skjóta yfir hann þarna. Lucien kominn aftur inn á. Tómas kominn inn á í fyrsta skipti líka hjá Skagamönnum. Marko og Gabriel báðurinn líka. Jalen lætur því falla frá körfunni þarna. Falleg hreyfing, fallegt skot. Rodríguez, frábær hreyfing og vantaði bara að klára skotið. Spólaði þeim gegn. Marko inn á Jalen, Jalen inn á körfunni, brotið á honum og hann þarf á vítalínuna. Sjáum þetta aftur hérna. Og sendi ekki Marko. Það Páll sem brýtur á honum. Kemur Smári aftur inn á fyrir Hákon. Tóni Kuduk utan vallar núna. Það niður. Skalið í pressa allan völlin hérna. Þeir skiptast á hérna dálítið vel að passa Rodríguez. Tómas núna sem að gerir það. Og fín hjálp frá Jalen hérna, Rodríguez. Fær villuna á Tómas. Og villa á Marko. Spurning hvort að þessi hreyfing þessi villa áður en að boltinn kemur í leik. Þetta var mjög tæft. Já, með við endursýningunum sem við sáum hérna þá fannst mér nú að snertingin hafi verið áður en að sendingin kom. Ágætt fyrir Skagaliðið að menn kusu ekki að nota myndbandsstólgjastuna. Gabriel missi boltann úr höndunum. Rodríguez. Aftur á Rodríguez sem fer í þristi núna. Aðeins og langur aftur Gabriel. Tekur frákastið, keyrir að staða sjálfur. Finnur Tómas. Jalen langaði að fá hann í alley-oopið þarna. En Finnur Gabriel aðeins ekki í staðinn. Og Jalen með fína vörn hérna. Jalen er mættur í þennan leik. Það óvænt að segja það. Sjáum hérna, en við náðum ekki bendingunni. Baldur fellur hérna, hann sér veit að Jalen fyrir átt að sig og fellur tilbaka og þá fær Tómas bara mikinn tíma til að hugsa og Finnur Gabriel í galopnarskoti. Já, kemur svo tók aftur inn á fyrir Þórsara. Dúk. Já, Páll. Og svo tók Smári. Smári keyrir inn að körfunni, Baldur gerir þetta vel. Lucien á Marko. Og Gabriel fer í skotið, hittir ekki. Þetta Gabriel að klára þetta. Tók á Rodríguez sem fer í þristinn og setur hann. Hlaut að koma að því. Þetta stæðlegur. Og kallar Nebosja á Július Stúranóna. Marko keyrir inn að körfunni, frábærlega gerð, vantar bara að skilja það svona í. Þórsarar neita bara að bakka. Rodríguez gerir þetta frábærlega og jafnar metin. Hann er búinn að labba núna það er leik hér í gegnum miðja vörninni hjá Skagamönnum. Þetta er ekki gott fyrir Skagamenn. Nei. Já, Rodríguez er nú ákaflega mikilvægur. Sjáum bara hvað þetta er bara auðveld leið að körfunni. Engin hjálp fyrir aftan Gabriel hérna. Akkurat.
Sjáum hérna fallega svipmyndir úr þessum mínútum sem að liðnar eru frá í öðrum leikluta. En stigahæstur Skagamanna Jalen David Dupree með 10 og Gabriel Adisteg með 9, Lucien Thomas með 6. Jalen kom með 7 fráköst einnig. Já, hann geti auðvitað verið komið 2 tönnu bara í fyrri hálfleik. Hjá Þórsunum það Tony Suduk sem er stigahæstur með 8 stig. Fernandes Rodríguez með 7 og Baldur Örn með 4. Skotnýtingin ívið betri hjá Þórsurum, enda hafa verið að skora mikið upp við körfuna. 60% nýting í 2 stiga móti 46 hjá IA. 3 stiga skotnýtingin hjá Skagamönnum 50% eins og staðan er núna á móti 20. Bæði liða frákasta mjög svipað, komnar fleiri villur á Skagaliði. Á Lucien setur 3. þristil sinn niður. Grunsamlegt hvað hann virðist eiga þægilegt með að fá opið skot. Já. Smári og Suduk og hérna kominn inn á leikmaður númer 37, Zach Harris. Villa Lucien, þetta er 3. villan hans Lucien. Já. Þetta er villisöfnum Skagamanna gengur vel ef það er hægt að orða það þannig. Það er allavega að safna nokkrum. Tiltölulega hratt. Djúpúk, sendingin inn á Baldur, Smári út í horninu, skrítin skotstíl þarna. Áhugaverður skulum segja, hitt ekki hringinn. Þá kemur Davíð Alexander inn á fyrir Lucien. Með við haminn sem er á Lucien, þá er ekki gott að vera með hann utanvallar í einhverjum millivandræðum í þessum leik. Nei, ég held líka að Nebos að senda honum bara skilabóð hana. Davíð kemur út og fær boltan hjá Gabriel. Davíð út á Þórður er búinn að finna fjölina sína eða hvað? Nei, þetta er ein af þeim samt. Já. Og Rodríguez. Falleg karfa hjá honum, frábær snúningur. Fór hægt af stað en heldur betur að gefa í núna. Já. Sendingin inn á Þórður út í horni á Július. Var ekki með skotið. Þórður á Jalen. Jalen væri alveg vístur að taka þetta, gerir það, hittir ekki. Jalen með frákastið. Það er að komast yfir. Rodríguez er að hitna eins og segir. Engin vill að þarna, frábærlega klárað hjá Baldri. Það fórst komnir yfir. Já, ég held að Nebos Knežević geti eiginlega ekki verið ánægður. Jalen og brotið á honum og skilar þessu niður. Þetta hlýtur að vera Karagó. Já, hlýtur að vera. Þetta er partur af hreyfingunni sem hann byrjaði í þeirri brotið á. Það er bara ekkert sem að segja annað. Ég myndi kalla þetta Karagó allan daginn. Það sjálfsögðu. Boltinn má skoppa onni, þannig að hann hlýtur með að fara úr höndunum og í það aftur. Ekki það. Þetta er reyndar, ég man ekki eftir að sé þetta oft reyndar. Boltinn sleginn úr höndunum á honum í skottreyfingunni. Hann nær honum aftur og skilar honum niður áður en að hann lendir. Þetta er áhugaverð samtal. Hefðum þurft að vera með hérna mikrofónu á þessum góðum mönnum hann sem er að skeggræða þetta. Ég kann nú ekki reglurnar bókstaflega en ég veit að það er þannig að Karagóð. Og ég treysti Jóni Svan því að þessi gæi er með mikið körfuboltavit, mjög hátt körfubolta-IQ og hann þurfti bara aðeins að fletta í hausnum til þess að fatta það. Þetta er partur af hreyfingunni, þú byrjar að hreyfa þig, þú mátt klára hreyfinguna en þegar varnarmaður ná ekki að hagnast á brotum. Nei. Kemur Hákon aftur inn á fyrir Þórsara. Rodríguez hvílir sig. Það er kannski ágætisfréttir fyrir Skagan. Hann er að fara að taka sína 3 mínútna hvíld núna væntanlega.
Jalen Dupree hittir ekki úr vítinu. Í frákastinu. Tóni frábær vörn enn og aftur hjá Jalen án þess að brjóta. Þórður út í hornið. Július hérna alveg galopinn út í vinstra megin. Jalen með Baldur á sér undir. Gabriel Adistek fyrir árásina. Frábærlega gert. Þarna sá ég veit ekki hvort það sást í mynd, en þarna var Nebo að senda Júliusi skilaboð bara skjótt sko. Já. Og það mjög gott fyrir leikmann sem inn á og ekki alveg, vill ekki taka skotið og reynir að gefa frekar að fá þessi skilaboð frá þjálfarinn. Kon út í hornið og það er Zakaris. Hittir ekki. Davíð. Og Jalen. Davíð hefur á Gabriel. Gabriel gefur skotið. Ætla menn ekkert að læra reynslunni hérna. Það lætur Tóni heyra það síðan. Smári, frábær hreyfing hjá honum. Minka muninn, jafnharðan. Jalen fyrir inn með Baldur. Frábær hreyfing. Gabriel með gott frákast. Inn að körfunni brotið á honum. Það er Smári sem fær villuna. Slær á hann hana. Sjáum þetta hér. Slær. Og skiptingar tvær hjá Þórsurum. Hákon og Zakaris fara að velli. Marko kemur einnig inn á fyrir Skagamenn. Fyrir Július. Væntanlega vill bara Nebósja ræða þetta enn frekar. Já. Gabriel á línunni fyrir Skagan. Sindri 32, Skallagrímur með 26, Fjölnir 28, Ármann 28, Hrunamenn 37, Selfoss 29. Spennandi leikir. Fjölnismenn búin að vakna, þeir voru hérna langt undir í upphafi. Sjáum hérna að það er klart mála niður hefðinu haldið að Þórsar hefði átt þetta engast en skýröggsending, boltinn nánast laus. Þetta endar á því að Skagamenn fá innkast. Gríðarlega óheppinn hann Baldur fær boltan Smári fær boltan tvisvar sinnum neð í. Gabriel fyrir Skagan. Sendingin, frábær sending inn á Davíð. Þetta gerir Davíð vel einnig. Þessar tímasetningar á keyslunni inn á körfuna. Smári fer í árásina á Þórð. Þarna slær nú Jalen í spjaldi virðstura en frákast hjá Tóni. Skilar í niður. Gabriel. Og Þórður. Marko. Smá svona losara bragur á þessu núna. Marko fer í árásina. Davíð út í horninu. Davíð þristir. Hann er á stuttur. Baldur með frákasti. Frábærlega gert. Gabriel Adistek, Davíð út á Þórð. Þórður keyrir síðan inn, út í hornið á Davíð. Þristur! Davíð takkar tröstið. Já. 7 stiga munur núna, 8 stiga fyrirgefiði. Og 3 stiga skórvítingin heldur áfram að vera góð hjá Skagamönnum. Og við hefum Þórð inn. Já, algjörlega. Rodríguez, frábær hreyfing, þetta er erfitt skot hins vegar, fer ekki niður. Skotklukkan var að renna út. Sjáum nú Marko keyrir inn að körfunni, skilar þess ekki niður. Það átti Marko að klára. Já, algjörlega. Þórður með skemmtilega varnartilburði hérna. Góð stemming í húsinu. Já. Og leikhlé sem Þórsar að taka.
Staðan 44-36. Skagamenn aðeins að ná að slíta sig frá núna. Já, eftir að Þórsararnir komist yfir þá svara Skagamennir með 13-4 rönni sem sterkt frá Skagamennum í þessari stöðu sem voru komin í. Það var hik á þeim þegar Þórsararnir eru að saksa á það og Þórsararnir fundu það og nýttu sér það og bara tóku forystunni í leiknum. Já. Gabriel Adistek stigahæstur Skagamanna núna með 15 stig. Og Jalen Dupree með 12, Lucien með 9. Hjá Þórsurum það Tony Suduk sem stigahæstur með 10. Arturo Rodríguez með 9, Baldur Örn með 6. Tony einnig hann komið með 2-2 nú þegar í fyrri hálfleik 11 fráköst með þessum 10 stigum. Jalen Dupree frákastahæstur Skagamanna með 8. Veit ekki hvort að það vanti hreinlega bara meira stóðsendingum í startið en Þórður Freyr með 2 og Lucien Thomas með 2. En við erum að tala um að 3 stiga skotnýting Skagamanna helst í 50%, 7-14 á móti 2-12 hjá Þórsurum. 7-14 mjög gott. Og haldið er núna, Skagamenn búin að taka fleiri víti en Þórsarar á þessum tímapunkti. En 8 stiga munur hérna þegar að 1:49 eftir að fyrri hálfleik. Smári Skagamenn í svæðisvörn núna, 2-3. Þórsarar svar við því. 3 sekúndur. Þetta er einmitt einn af þeim dómurum sem hefur áhuga á þessari reglu. Held ég að það sé óvægt að segja það. Það er ekkert í reglubókinni sem hann kann ekki og veit ekki. Það er bara Þetta Skagamenn auki munin í 10 stig. Já, í fyrsta skipti í leiknum. Marko skrefar hér. Hárrétt. Þetta Jalen fremst af vellinum að dekka. Nei, baka. Jú, hann að baka Rodríguez. Við erum að tala um box and one, svo kallaða vörn, með villa dæmd á hvern, bakhrinding á Jalen Dupree. Ég er ekki alveg, jú, þarna. Það er lítið við þess að segja. Hann í rauninni lendir bara á honum hann. En ég held að það sé ekkert þetta að segja við þessu. 1:12 eftir. Og Þórsarar geta að minnka munin hér. Skallagrímsmenn komnir yfir gegn Sindra austur á Höfn þegar að 4 mínútur eru eftir að fyrri hálfleik. En frábærlega gert hjá Jalen sem náði að það var svona Matrix moment þegar hann náði einhvern veginn að komast hjá því að fá boltan í sig þarna. Jalen út á Marko, þetta er klaufalegt, Rodríguez í árásina, mokar alveg grimmt þarna. Og Jónas sjálfsög með þetta á hreinu. Sjáum hérna, já. Og þá kemur Páll Nóel inn á fyrir Smára. En það er svona óþarlega margir tapaði boltar út á eitthvað svona kæruleysi finnst mér. Já. Eins og þessi tapaði bolti hér, hann er svona ekki alveg full einbeiting og þarna aftur. Davíð missi boltan ólangt frá sér. Rodríguez, hraðiflugt þristur, hvað er betra? Og Marko, boltinn lendir á línunni. Og Gabriel Adistek reynir að öskra sína menn áfram. Vantar smá fókus hjá Skagamenn núna. Suduk. Rodríguez. Sendingin út, skref þarna mögulega en ekki dæmt. Rodríguez í skotið, beint ofan í. Þetta var fallegt karfa hjá þeim, hann var í engu jafnvægi en bjóða bara til. Já, spurning hvort að Skagamenn reynir ekki að treyna skotið aðeins hérna af, munar einhverjum 4 sekúndum á skot og leikklukkunni. Gefa Þórsurum eins lítinn tíma og mögulegt er í
að svara ef að Skagamenn ná að skora hérna. Marko keyrir inn að körfunni, brotið á honum. Páll gerir það. Það er bara innkast. Þá er bara ein skotklukka eftir. 10 sekúndur og það er leikhlé hjá Skagamönnum. Já, skemmtilegt. Það er vantilega að teikna upp eitthvað kerfi hér. Það hefur lítið breyst í stigaskorun. Það eru ofsalega jafnir leikirnir í deildinni í kvöld. Sindri 37, Skallagrímur 35, Fjölnir 35, Ármann 34. Þannig að liðin bara skiptast að hafa fórustuna núna. Hrunamenn 45, Selfoss 48. Það er bara þessi leikur sem að virkar rosalega ójafn, svona miðað við hina. Já, en hann er það ekki. Munurinn er samt bara 5 stig. En mínútudreifingin er nokkuð góð. Það vantar einu leikmennir sem hjá Skagaliðin sem ekki komið inn á, en þá er Jóvel Dúra núna og Daði Már Alfreðsson. Tilindi prí á, nei það er innkast. Hann er samt þannig á vítalínunni. Nebósja, nú eiginlega í fyrsta sinn er það ekki sem hann er að þjálfa í meistaraflokki. Meistaraflokk karla. Já, hefur náttúrulega mikla reynslu sem yngri flokka þjálfari. Þú komst inn á hann. Þórður í galopinn þrist, allt og langur. Jalen við þann á frákastinu. Fær innkastið. Það er slá boltan einhvern veginn í Baldur, Baldur spyrir þess að. 1-0-4 og hann veit skiptingu. Gabriel Adestek inn á. Fyrir Davíð. Þá vill Óskar þjálfari Þórsara aðeins skipti á öllu. Frábærlega gert! Tildrif hér. Lucien kastar bara allihop. Það vantaði bara tróðið í þetta. Annars er þetta alveg frábærlega gert. Við sjáum að Jalen er hérna með Rodríguez á sér og hann hlær nú bara því. En 46-39 staðan hér þegar við göngum til hálfleiks. Bara rétt að renna yfir stigahæstu menn kannski eins og örfáa áður en að við förum í hlé. Anders Gabriel Adestek með 15 stig fyrir Skagan. Jalen David Dupree með 14, Lucien Thomas með 9. Hjá Þórsurum er það Arturo Rodríguez með 12, Tony Kuduk með 10 og Baldur Örn með 6. Skotnýtingin góð hjá heimamönnum, 50% á móti 43 hjá Þórsurum. Allt er bara að ganga þokkalega, en samt einhvern veginn, mér finnst eins og Skagaliðið sé ekki komið upp úr þriðja gír einhvern veginn. Ég er alveg sammála því og það er, ef ég var einu klefa núna hjá Skagamenn þá hefði ég áhyggjur af því að það eru bara 5 leikmenn búin að skora hjá. Það eru 7 búin að skora hjá Þór. Það sem ég tekur mest inn í hennan hálfleik er náttúrulega þessi lokakarfa sem að Þórsararnir taka líka með sér inn í hálfleik. Þeir eru hundfúlir að fengja þessi 2 stig á sér. Þeir voru komnir með þetta niður í 5 stig eftir að Skagamenn voru alveg náðu upp í 10. Já. En Skagi vinnur annan leikluta 24-18 sem er sterkt. Þannig að þeir eru búin að vinna báða leiklutuna. Já, algjörlega, og við tökum okkur smá hlé hérna líkt og aðrir og þið njótið bara þessara skemmtilegu mynda úr þessum fyrri hálfleik. Við komum aftur eftir 13 mínútur og 48 sekúndur. Bara ekki fara langt.
Já, velkomin aftur, Örn og Hannibal heils ykkur hér fyrir hönd IA TV og Skagamann allra. Og við erum að bíða hér í 1 mínútu réttur og maður viðbót eftir því að síðari hálfleikur hefist hér IA yfir 46-39. Heldur þú að Nebojsa, þjálfari Skagamanna, hafi svona séð ástæðu til þess að skerpa sína menn fyrir síðari hálfleikinn? Já, það heldur pottet vegna þess að Skagamenn voru á köflum í bara hálfgerðu basli og það var ekki að því að Skagamenn voru svo góð, það var bara því að Þórsarar náðu ekki að nýta sér það að ná fórustunni í leiknum, en svo komu Skagamenn tilbaka og þess að við ræddum hérna fyrir lok fyrri hálfleiks að það er bara 5 leikmenn því að búin að skora og það er aldrei líklegt til árangurs. 7 lágmarki finnst mér. Já. Og Þórsararnir eru það eru 7 búin að skora það. Þetta hefur verið svolítið sagan, ég man eftir leik hérna bara fyrir ekkert allt of löngu síðan þar sem að það voru bara 3 Skagamenn búin að skora í fyrri hálfleik, skiljum en síðan svona lagaðist það í síðari hálfleik og okkur vantar stig frá Þórði Frey til dæmis. Algjörlega. Við höfum ekkert fengið frá honum, við höfum ekki komið stig frá Júlíusi ennþá. Ekki Tómasi, svona af þessum sem hafa verið að spila. Kannski rétt að renna yfir bara stöðuna í öðrum leikjum. Í hálfleik er staðan 47-40 fyrir Sindra gegn Skallagrimi fyrir austan. Fjölnir 39, Ármann 40, hörkuleikur Grafarvoginum, Hrunamenn 53, Selfoss 52. Þar er þriðji leikildi hafinn fyrir einhverjum 3 mínútum síðan. Og hér 46-39, Skagamenn byrja hér. Þórður Freyr í allt og stuttan núna. Þessi 4. þristurinn sem að Þórður misnotar í leiknum. Með fallegt. Það var vel spilið af þessu, það er mikið pláss fyrir hann. Fallegt seinniskot. Þannig að Jalen á Marko. Hann er flott Jalen í póstasjónu, nei, það er ekki. Þetta er eitthvað vandræðileg sókn í Skagamönnum. Þetta var ekki eins og þetta átti að fara. Boltinn gengur vel með Þórður með, þetta var í skot sennilega hjá Þórði. Það er bara svoleiðis tvívarið skot. Gabriel svona tryggði það í lokin. Davíð á Marko. Marko fer í þristil, setur hann niður. Ef hans tekur skotið þá er það nú oftar en ekki ofan í velur skotið sín ágætlega. Þetta munir í 8 stig á ný. Samtur. Í horni, Tóni með allt og langan þrist. Hann hafði allt og langan tíma og mikinn tíma hann. En hann verðist alveg vera óhrættur við að taka þetta skot en honum hefur ekki tekist að frábærlega gert hjá Marko Carvajal. Það sýnist á hvernig Marko var að koma inn í þennan seinni hálfleik, hann hafði ekki alveg verið sáttur við fyrri hálfleikinn sinn. Nei. Og ætlar að bæta liðinu það upp hérna í seinni. Þetta er virkilega erfitt skot samt. Ég held að fólk gerir sér ekki allir grein fyrir því hversu litlu jafnaðan er og klárar þetta virkilega vel með vera mjúkur og með vinstri. Og vítið ekki spurning. Passaði Skagamanum. Langur þristur. Með sterkt frákast. Og Marko inn að körfunni. Brotið á hann og skilar þessu niður. Þetta var hörlending. Ekki sáttur þarna. Baldur keyrði þarna undir hann. Og spurning. Nei, þetta er nú aldrei óþyrftumarsleg villa en hörð lending hjá Marko. Marko að koma hérna eins og segir af kraftin í síðara hálfleikinn. Lendir þarna illa möðminni, virðist vera. En ágætiskafli hérna Skagamenn komnir núna 13 stigum yfir. Já, og 2 villa karfa góð hjá play hjá Marko í röð, það er helviti góð.
Og 3 stiga Karfa, ekki gleyma því. Hann búinn að skora hérna 9 stig í upphafi síðara hálfleiksins. Leysar pressuna mjög vel. Baldur. Þarna vantaði ekki, ég held að Jalen síðan á þeirri skoðun hann hafi varið þetta en önnur hörð lending. Já, og nú það Baldur sem að... Já. Það fer hérna á. Já. Það tekist á hér. Kemur Lucien Kristófis inn á með 9 stig, hann á bara einhverjum örfáum mínútum. Ég held að Nebo sé bara að taka marka út af þess að tjekka á löppinu á honum. Það ekkert annað. Lucien búinn að spila tæpar 10 mínútur hingað til í leiknum. Þó það, búinn að vera í smá villuvandræðum. Jalen vill fá læti í stúkuna og menn fær svarið en hann bara hefur ekkert að segja fyrir Baldur. Og Jalen finnur Lucien. Og Gabriel. Davíð og Lucien. Sendingin tæp hann að Davíð nær boltanum þó. 5 sekúndur á klukkunni, Davíð í árásina. Setur þetta niður og villa að auki. Frábærlega gert hjá Davíð. Þetta sjáum við það sem maður kallar samræmi í dómgæslu. Hann fær mannin hann í baki. Já, akkurat, þetta er bara copy-paste. Já, nákvæmlega eins og þetta var áðan hinn meginn. Já. En þarna er klárlega, þetta er styrkleiki hjá Davíð, þegar hann keyrir inn að körfunni. Virkilega vel gert. Og víti niður. Vítanýtingin. Góð. Og pressan erfið Baldur. Finnur Hann var að spá, á ég að blokka með vinstri? Nei, ég blokka með hægri. Þarna held ég að fyrsta hugsun hjá Tony var þegar hann lagði á stað í áttina körfunni. Ég ætla að tróða þessu. Svo sá hann hver beið hans þar. Og Lucien ekki sáttur með Rodríguez þarna. Þannig að passa sig að það er ekki einhvern tæknivilluversinni og hann á allt annað. Já, með sína 3 villur. Og það er leiklið sem að Þórs er að taka, ekki veitir að því. Munurinn orðinn 16 stig hérna. Þriðji leikluti 11-3. Nei, fyrirgefiði, 14-3. Og Óskar bara segir hér er komið gott. En það er Marko Tjúrika sem er að draga vagnin hérna í byrjun síðara hálfleiks. Já, algjörlega, og vörnin hjá Skagan hefur líka verið góð. Þannig að það er, eins og við rættum hann í upphafi síðara hálfleiks, að ræðarnas Nebo hefur verið á þessa leið held ég. Hann var ekki sáttur í fyrirhálfleikin. Nei, sjáum hérna þessar fallegu körfur. Þetta eru margar frábæra körfur hérna í byrjun og sjáum við vörnina hérna aftur. Hann verar með báðum höndum, fyrst með hægri og svo með vinstri. Hann er ógnvænlegur í þessu með mikið af vörðum skotum og þeir sem að mistuð af, ef þið mistuð af leiknum gegn Skallagrími hérna fyrir 2 vikur síðan, þá er það alveg þess virði að kíkja inn á iatv.is eða inn á YouTube-brásin okkar og finna upptökuna af þeim leik og með áherslu á 4. leikluta. Akkurat. Það var, þeir unnu hann hvað, 35-18, snéru leiknum algjörlega og ég bara hvet alla til þess að, ef þið hafið ekki síðan nú þegar, að kíkja á það. En eins og segi, allar upptökur okkar er að finna á iatv.is sem og upplýsingar það sem framöndan er hjá okkur í. Og eins eða vilji kynnast mannskapnum á bakvið IATV. Gabriel með sitt fyrsta misnóta 3 stiga skot hér. Tony heldur áfram að gefa hann það og hann verður að þykja það er bara svoleiðis. Algjörlega. En ég glemdi nú að minnast á það fyrr í leiknum að önnur skemmtileg nýjung sem er verðt að vekja athygli á að útsendingar okkar eru einnig tengdar inn á hinn frábæra vef sportvarp.is sem að hefur það fram yfir aðra sambærilega miðla og síður að YouTube-streymin eru að finna þar allt
íþróttastarf, allar íþróttir sem eru í boði til áhorfs á Íslandi í dag og á morgun og hinn og alla daga er á sportvarp.is, endilega kíkja á það. Gott framtak. Það er Smári opinn, misstu boltann. Gabriel og inn á Lucien aðþrengtur hérna, kemst inn að körfunni og skilar þessu niður. 20 stiga munur, Skagaliðið bara horfir ekkert um öxl núna. Þetta er bara að klára þetta hérna í þriðja leikluta. Baldur keyrir inn að körfunni, Lucien stoppar hann af. Út á Hákon sem fer í þristinn, virkilega mjög stroka þetta. Ekkert nema net. Jalen og Baldur til varnar, Jalen verður að snúa við, Lucien með Rodríguez í bakinu, keyrir hann bara niður nánast og setur hann í spjaldi og niður. Það er hitt á milli þeirra, Rodríguez og Lucien. Og Marko kemur inn á. Lucien að vera skynsamur þegar Já. Marko kemur inn á fyrir Gabriel. Rodríguez fær að hafa fyrir hlutunum núna. Davíð gríðarlega aðgangsharður í pressuvörðinni og villa á Marko. Nei, það er á Davíð. Davíð fékk þessa villu. Skagaliðið núna 4 stigum frá því að vera búið að skora jafnum stig og í fyrsta leikluta á þessum fyrstu 5 mínútum í síðari hálfleik. Já, þetta er gríðarlega góð byrjun hérna á þriðja leikluta. Þegar þriðja leiklutin hefur ekkert alltaf verið bestu vinur í það. Hann var það hérna í gamla daga, sko. Já, þegar ég segi gamla daga, svona, já, svona kringum 2010. Já. Pældi því, það er orðið í gamla daga. Já, það er orðið í gamla daga. Herðu, þú hérna útkljáðir eitt sem að ég var að velta fyrir mér hérna í síðustu útsendingu hérna í að Skallagrímur, hvenar í að vann Skallagrím síðast? Mig myndi að það væri orðin alveg 10 ár síðan á Jaðarsbökkum, en þú veist betur. Við unnum Skallagrím í Borgarnesi í mars 2016 ef maður rétt. Í mjög athyglisverðan leik vegna þess að þetta var á þeim tíma þegar Sean Tate spilaði sem bandarískur leikmaður fyrir og hann þurfti að fara heim til Bandaríkjanna í jarðarferðum minnir. Og Skagamenn mættu án erlends leikmanns og voru raun og veru litla liðið í þessu leik. En það var magnaður leikur. Lucien fær galopið, hittir ekki. Annars búinn að vera heitur í þessu leik, frábæla stólið og óíþróttamannsleg villa á hlinn. Þarna er nú samt spurningin hvort að, þarna sjáum hérna, Þórður les þessa sendingu ótrúlega vel og ég skil gremju Þórsara því að Þórður í rauninni, þetta hafði ekki mikil áhrif á upplöp Þórðar. Nei, hann verðist taka aðeins eða svona grípur aðeins í hann en svona er hann að reyna að grípa í boltan eða hann, það er svona spurningin. Já. En því að svona samkvæmt reglunni held ég að þú ert að reyna við boltan það verða ekki óþjóttamannslegt. Nei, en Þórður fær stiga vítalínni, ekki það, þá fær Ísinn brotinn. Já. Þórður, já. Þetta er kannski það sem hann þurfti, fá 2 víti hérna til þess að finna taktinn í strókunni og leiklíða sem að Þórsar að taka þegar að 21 stigs munur. Og við erum svo nýlega búin að fara yfir alla stigaskorara, kannski meira spennandi að kíkja á stöðunni í öðrum leikjum meðan að við njótum þessara mynda. Sindri 51, Skallagrímur 43, Sindramenn svona að síga fram úr. Fjölnir 50, Ármann 50, Hrunamenn 72, Selfoss 74, þetta eru hörkuleikir og síðan hér Skagamenn svona hægt og bítandi að koma sér í, já, bara ósigrandi stöðu hérna á heimavelli gegn botnliði Þórs. En skotnýting Skagamanna fer bara batnandi frekar en hitt. Tveggja stiga nýtingin allavega
Já, þessi þriðleikur er búin að vera mjög góður fyrir Skam. Þeir eru konum með 20 stig á innan við 5 mínútum sem er mjög gott. Og annað sem að kannski er ekki síður einmitt innan í þriðleikur að Skagaliðið er með 16 hraðuplaups stig á móti 6 Þórsara og 20 stig af bekknum og þar munar náttúrulega mest Marko Tjúrika. Marko var með 3 stig í fyrri hálfleik. Jalen Alusén. Þórður. Eftir Alusén. Nú voru Þórsarar í svæðisvörn. Jalen fær villudæmda hérna á Tony Kuduk. Og skotréttur fær hann til þess 4:53 eftir stundur. Jájá, Jalen skilar síðara vítinu niður. Kantur á Tony Rodríguez. Ná, Kuduk. Jájá, hann var ekki í vandræðum með þetta. Lucien átti ekkert möguleika í þetta. Nei, hafði ekki hæðina á hann og var með 3 villur, þannig að Lucien aftur á Þórð. Þórður, og ég sagði það! Hann þurfti vítin til að finna taktinn. Og ég er voða smeykur að þessi svæðisvarna hugmynd Þórsara gæti komið í baki á mönnum ef að Þórður ef að hann finnur fjölina. heldur betur og þú sér líka hvernig Lucien gerir þetta. Hann gefur á Þórð, Þórður gefur tilbaka og hann sér akkurat að gefa tilbaka skjótt og svo gefur á hann aftur og hvað gerir Þórður? Hann skýtur á hitt. Skrítið innkast þarna. Rodríguez út í hornið á Hákon. Hákon keyrir inn að körfunni, skilur hann eftir fyrir Lin og villa dæmd á, já, Lucien gerir ég ráð fyrir. Já. Klemir aðeins þarna. Já, en fær þarna Hákon á sig og eins og hann var kannski að reyna að benda dómarunum á sem orsakaði þessa hreyfingu en mér sýnist Jón vera að gefa akkurat merki það sem þú sagðir. Þess að klemma þarna. Og þá er villa Davíð Alexander. Og Rodríguez fer á vítalínuna. Ég held að þarna sjáum við líka dæmi dómgæslu þar sem að Rodríguez grípur boltan undir og raun og verið brotið á honum á gólfinu en hann er byrjaður að fara upp í skotið og þá fær hann sjálfsögðu tvö skot. Ekki það ekki skemmtilega, góðum bónus. Bæði niður skotrétti hérna. Rodríguez Hlynur með frákastið. Bert frákast til Hlynni. Og Rodríguez í snöggan þrist, aðeins og langur. Jalen rífur þá frákastið niður. Það var enginn annar sem mátti koma nálægt þessum bolta. Og það er ná þetta innkast. Jalen fær hann að inn á Þetta móti öllum. Davíð, Marko fer í þristinn og stuttur, allt og stuttur. Rodríguez fer í kynsluna með Smára með sér og tekur þarna Smári nær frákastinu og villa dæmd á Tómas. Og sjáum þetta aftur hér. Leppi löpp. Já. Legósi vill meina hann hafi nú bara runnið en ekki að þetta skipti öllu máli akkurat eins og staðan er núna. Og Smári fyrir okkur á vítalínni. Spurning, minkamenn í 20 stig. Tómas, Þórður. Eftir á Þórð.
Tómas út í horninu, galopinn, þristur, hittir ekki, Davíð baráttu frákastið. En Tóni tekur það, fer alla leiða hvað út á Smára. Galið nær að komast tilbaka. Frábær vörn hjá Davíð, Baldur í þristinn, aftur stuttur, Marko með frákast. Marko, Davíð út í horninu. Bara beint í þristinn, setur það niður, frábær leikur hjá Davíð Alexander hér í dag. Heldur betur. Davíð kom með 11 stig, en þá fjórði leikmaður Skagans yfir 10 stiginn. Og vill að dæmda á Tómas. Kemur Felix aftur inn á fyrir Jalen Dupree. Spurning hvort við förum að fá að sjá Daðamá og Jóel í einhverja mínútur hérna. Rodríguez misnotar ekki vítaskotinn. Þokkalegasta vítanýting á báðum liðum. Felix nær ekki að skila þessu niður, en hann hafði ekki mikið fyrir að komast í gegnum þessa gegnum vörnina hjá Þórsurum þarna. Baldur út á Tóni fer í árásina, boltinn endar hjá Smára, fer í þristinn aftur langt. Baldur tekur frákastið, endar hjá Rodríguez sem að hittir ekki. Og Felix sagður hafa komið við boltan síðast þarna. Sem alveg rétt. Felix til varnar. Rodríguez nær ekki að komast fram hjá Davíð, sendir hann út á Hlinn, Hlinn í þristinn og langur. Þar hjá Þórði. Marko ætla bara alla leiðina, körfunni frábær hreyfing. Ótrúlega lunginn að finna sér þessar smugur og hérna Davíð með fína vörn og vildi nú fá sóknarbrot þarna. Fékk ekki. Rodríguez klárar. Þórður með plás og tíma fyrir þristinn og þá ekki að spyrja að því. 24 stiga munur og Rodríguez keyrir inn að körfunni og Davíð lemur það niður en að vill að dæmda á Tómas sýnist mér þarna fyrst. Þetta eiginlega synd sko. En þá koma Hjörtur, Daði og Gabriel inn á fyrir Davíð, Þórð og Tómas. Það veit ég Róni. Já, Arturo Rodríguez kominn með 18 stig. Þetta er annars skiptið í reysum að Felix er að blaka frákasturinn til samherja. Það er gríðarlega mikilvægt. Ég man eftir einu manni sem var mjög góður í þessu, Jón Orri heita. Smári. Frábær vörn hjá Marko og aftur Hjörtur. Vill að dæmda á Hjört Hrafnsson. En vörnin hérna hjá Marko alveg mögnuð. En aðdáunarvert hjá þessum unga manni. Það er ekkert að gefa hann einhverja auðvölda körfu þarna. Gabriel heldur smá liðsfund. Og Rodríguez þarna eitt síns liðs inn á teig. Setur fyrir að vítið niður. (32-18) það sem af er í þriðja leikluta. Hjörtur inn á Felix. Felix nær að snúa körfunni, gerir þetta vel, ekki nógu vel samt. Tóni.
Skref dæmd á Tóni, flott vörn hjá Felix þarna. Gabriel, rauðabraut. Hjörtur. Og sóknina vill að dæmd á Felix, ólögleg hindrun. og hálf sekúnda eftir af þriðja leikluta. Ef allt eðlilegt þá ætti þessum leik nú að vera, úrslitin ætti nú að vera ráðinn nema að sé eitthvað ótrúlegt í vændum frá Þórsurum. Smári keyrir inn og Felix sér hann í tíma og lemur það frá Gabriel út í hornið á Marko og Hjörtur í þristinn, Hjörtur ekki onni. Þetta er kannski pínu reynsluleysi, þeir voru á síðustu skotklukkunni, hefðu kannski átt að gefa sér tíma. Þórsurum gengur illa að finna færið, Baldur í ákala áhugavert skot og það fer ekki niður. 78-57, 32-18 hér í þessum þriðja leikluta. Og Skagamenn búnir eru að gera það sem við vorum að bíða eftir þeir gerðu, að slíta sig bara almennilega frá Þórsurum. Já, þeir eru svona hótuðu þessu nokkru sinnum í fyrra leik að gera þetta, en alltaf komið Þórsurum tilbaka, en einhvern veginn núna í þessum þriðja leikluta þá áttu Þórsurum fá svör við sóknarleik, sérstaklega sóknarleik Skagamanna. Þeir eru með eitthvað 18 stig í þessum leikluta sem er bara sama í öðrum og voru með 21 í fyrsta, þannig að sóknarlega voru Þórsurum á pari, en Skagamenn bara tóku sóknarleik sem er bara eitthvað nýtt í þessum leik. Já. Stigahæstu menn hjá Skagamenn og þetta dreifist ótrúlega jafnt. Gabriel Adesteg með 17, Jalen Dupree með 15, Marko með 14, Lucien með 13, Davíð Alexander með 11. Hjá Þórsurum er það Arturo Rodríguez með 20 stig, Tony Kuduk með 14, Baldur Örn með 7, Smári 6, Hákon Hilmir með 5. Frákasta hæstur hjá Skagamönnum, Jalen Dupree með 14, Tony með 15 fyrir Þórsara. Lucien Thomas með 4 stóðsendingar fyrir Skagamenn og Felix Heiðar og Jalen Dupree með 2 varinskot. Já. Gott að halda því til haga. Staðan fyrir austan á Höfn. Skallagrímsmenn búin að jafna aftur, 59-59 er staðan þar. Tæpar 3 mínútur eftir af þriðja leikluta. Fjórði leikluti er hafinn í Gráunum, þar er staðan 64-64. Fjölnir Ármann og Hrunamenn 93, Selfoss 94. Hátt skor þar, 2,5 eftir þar. Það er með 3 leiki þar sem munar samtals 1 stigi. Já. Ég held þess að magna. Já. Ári út í hornið og með komið leikmaður númer 8. Þetta var komið númer 8. Arturo búinn að vera inn á allan tíman eina. Og bara þegar Þórsurum. Já. Finnur. Tóni út á Smára. Smári í þristinn, hittir ekki. Marko með frákastið. Sama lið áfram inn á hjá Skaganum. Spurning hvort að við förum að fá Jóel Duranona inn á líka. Gabriel út á Marko. Marko tekur þetta fallega hlíðarhopp sitt. Það er ekki að setja skotið niður eins og það er en fín pressa hérna hjá ungumennunum. Skotklukkan skiptist nú ansi seint þarna. Rodríguez með frábæra árás á körfuna. Hann er svolítið í öðrum klassa í þessu liði. Það er meira leik á herðunum. Gabriel keyrir inn að körfunni, skilar þessu niður. Vill fá villu, fær ekki. 80-59. Stefnir í með hærra stigaskori Skagamanna í vetur. Spurningur að brjóta 100 stigin. Það ætti að ganga ef þeir halda áfram á svipuðum krafti. Við komumst næst í hérna í október á móti Hamri þegar við skoruðum 93. Það er hæsta skorið á þessu tímabili, já. Rodríguez í þristinn.
setur hann niður. Hann orðinn eini maður sem að skora fyrir Þórsara. Marko og Gabriel. Hjörtur kemur og sækir hann. Hjörtur á Felix. Skilur hann eftir fyrir Marko. Marko keyrir inn að körfunni, út á Gabriel sem að keyrir síðan inn að körfunni, fer í flott skoti af spjaldinu og niður. Við ræddum það daginn hérna, ég og Jón Orri Kristjánsson, að mögulega Gabriel Adesteg mikilvægasti leikmaðurinn í þessu liði. Já, ég samanleikur þar og hann líka hann gefur líka svo mikið frá sér út í liðið. Þessi kraftur sem hann með, hann bara, já, þú getur ekkert þjálfa þetta. Þú þarf bara að hafa, þetta bara huglegt. Já, þetta einmitt ekki bara stíginn sem hann gefur, þetta eru boltarnir sem hann hendir sér á eftir og akkurat eins og segir. Fyrir þess að ungu stráka að spila með honum. Já, þetta bara smítar út frá sér. Já, þetta bara bók fyrir þá bara til þess að lesa, Tómi á vítalínni, setur fyrir að víti niður. Það einn leikur eftir hjá IA fram að fyrir jól. Hér á heimavelli. Það og hann verður að sjálfsögðu í beinni hérna IA Selfoss föstudaginn 16. desember. Hefst klukkan 19:15. Það verður í beinni okkur Hjörtur í þristinn út í horninu og ekkert nema net. Nú erum við konum með sjö menn búin að skora. Ég er búin að bíða þetta eins og þetta er komið. Hjörtur Hrafnsson gerir þetta virkilega vel. Baldur inn að körfunni, klárar þetta fram hjá Jalen. Jalen á Daða, hann á Gabriel. Gabriel í tveggjastega, Marko tekur frákastið. Stóðsending mögulega hjá Gabriel. Ef þú verður að taka tölfræðina í þessu færi, þetta á heimavelli, sko. Ég myndi hendi að tapa eða mista skot. Já. Bara vel dumbúinn stóðsending, ég ætla að gefa honum það. Daði daldi ákafur hana, fær villuna. Það er ákaflega vel mætt og vonandi heldur það bara áfram að aukast. Geggjustemming hérna gegn Skallagrími daginn. Eins og það á að vera. Eins og það á að vera og það besta við það Skallagrími eftir að koma aftur í heimsókn í deildakeppninni. Spilu þreföld umferð, Rodríguez. Ótrúlega vel gert! Ótrúlega vel gert! Þetta var geggjað hérna. Hjörtur mokar hérna, þetta er rétt. Og það spurning hvort við getum séð aftur þessa körfu hjá Arturo Rodríguez. Sjáum þetta hérna framhjá Hirti og þetta er alveg, þetta er bara í NBA. Top 10. Þetta er boltatakning på 10. Top 10 plays of the week. Þannig að Marko heppinn að fá að gefa sig. Villu, boltinn undir á Tóni, Daði gerir vel. En Skagamenn eiga innkast. Selfyssingar með 5 stiga forystu þegar að 5 sekúndur eru eftir rúmar. Á gegn Hrunamönnum, þeir hafa náð að eiga síðasta rönnið. Hjörtur í smá vandræði með boltan hérna. Finnur Daða á endanum. Marko frá baka, Zach Harris niður hér. Frábær hreyfing, skotið skakt, Jalen tekur frákastið. Daði galopinn hinum megin, langar að fá hann. Jalen fer í þristinn, aðeins og stuttur, Marko tekur frákastið, fer aftur upp, hittir ekki. Hann bara, og það er sóknarbrot, olnbogi á Marko. Já, fyrir að hrinda þarna Rodríguez frá. Og þá er þreföld skipting á Skaganum, Daði, Hjörtur og Marko koma að velli. Július, Þórður og Lucien koma inn á.
og eins tvöfaldskipting, eða þrefaldskipting hjá Þórsurum. Páll kominn aftur inn á Páll Nóel og Hlynur fer í þristinn. Gabriel gerir vel í að trufla hann, enn eitt frákast hjá Jalen Dupree. Július, gaman að fá Július á blað hérna. Gabriel skrefar hérna, missir jafnvægið hálfpartinn hérna. Já, ég held að hann hefði búist við að varnarmaður var aðeins nær sér en hann var, þannig að hann hafði enga stuðning á honum. Rodríguez triplar nú hérna bara í fótinn á sér. Hlynur aftur út á Arturo Rodríguez. Finnur Tony óheppinn með að klára hérna. Lucien að passa sig að fjórum. Já, Lucien gerir vel. Þórður stelur sig á boltanum. Ekki sáttur með sig hérna hvernig hann að klára í kringum hringinn núna. Gabriel Adesteg, alveg frábærlega gert. Hann er ótrúlega góður í þessu að keyra svona inn á körfuna. Smári út á Tony. Fín vörn, en láta boltan ganga vel. Smári í horninu, hittir ekki, hitt illa í kvöld. Smári. Smári annars með fyrir þennan leik 34,8% þriggjastiganýtingu á tímabilinu, en langt frá því í dag. Hann er 0 af 6 í þriggjastigaskotum. Algjörlega svona af sínu besta leik hér í kvöld. Leik lokið hjá Hrunamönnum og Selfyssingum. Það eru Selfyssingar sem hafa montréttinn á Suðurlandinu helgina. 102-97 loka tölur þar. Töluvert meira eftir af leiknum fyrir austan. Sindri Skallagrímur, þar er staðan núna 68-63 og þar eru alveg tæpar 9 mínútur eftir, þannig að við náum sennilega ekki að fylgja þeim leik til enda. Nei. Mögulega næðum við að sjá hvernig fer hjá Fjölni og Ármanni. Þar er staðan núna 75-70 fyrir Fjölni. Já, Fjölnismenn að snúa aðeins blaðinu við eftir erfiða byrjun. Já. Július með frákasti. Hússein af Gabriel, Jalen fer í stökkskotið, beint ofan í. Þetta er það besta sem ég hef séð til Jalen Dupree í vetur hérna á heimavelli. Þetta er bara allt annað heldur en að það virðist vera svona að fara að fatta hvað hann má hafa mikið frelsi. Já. Við höfum verið að velta fyrir okkur hérna hvort hann hreinlega sé búinn að vera 100% heill. Já. Af því að svona á köflum hefur hann virkað svona eins og hann geti ekki beitt sér. Hann alltaf var frá hérna ef það var ekki einhverjum 2 leiki í byrjun. En hann virðist vera allavega með hvernig hann er í kvöld, ekki það að mótstaðan sem að hann hefur mætt í þessum leik hefur ekki verið mikil. Gabriel fer í tveggjastiga skot, hittir ekki. Tony með frákast. Páll. Hlynur á Rodríguez. Július til varnar. Gabriel tekur við honum. Tony fer í ennið þristinn, hittir ekki. Július með sterk, stígur vel út þarna. Og Hlynur brýtur á honum. 91-70, vantar 3 stig í viðbót til þess að bæta stigametið í vetur. Þórður, Rodríguez stelur á honum boltanum og klárar þetta. Jalen fyrir bara sjálfur inn á teig. Hlynur blokkar hann, en bara þá er bara lætur hann sig svífa frá körfunni, setur þetta niður. Frábærlega stólið Gabriel, keyrir hérna Smári með honum og setur hann að spjaldinni fyrir Jalen Dupree. Þetta er akkurat það sem við viljum sjá hérna. Þetta er svo mikið Gabriel. Kannski ekki alveg í jöfnum leik, en þegar staðan er svona og enn einu sinni Jalen, hann er svo ókveikjandi hérna undir körfunni, en þessa tróðslu, sirkustróðslu þurfum við að fá að sjá aftur og aftur og aftur
og hafðu það í huga þetta er stig nummer 95. Já, Gabriel Adesteg, hann leikur hérna á allsoddi eins og einhver myndi segja 97-72. Smári út á hlinn. Smári fær hann aftur. Smári út í hornið á Pál sem að stígur út af. Það er ekki sending. Þá er spurning hvort við fáum að sjá þetta aftur hérna. Gabriel veita af honum. Og Jalen Dupree treður þessu niður. Myndi taka hann upp á 10. Geggjað. Þá kemur Joel Suranona inn á. Gabriel Adesteg fer af velli. Það er klappskipting. Klappskipting. Er ekki óvægt að segja maður leiksins. Já. Þó það séu margir sem að, svo sem eru bara búin að vera að sína, sérstaklega í síðari hálfleik, bara virkilega góðan leik. Nú séðan eftir frábæra sendingu frá Jalen Dupree. 99 stig. 99-72. Skallagrímsmenn að klóra sig inn í leikinn fyrir austan. 68-67 er staðan þar. Fjölnismenn styrkja stöðu sína gegn Ármanni. 5 stigum yfir, 80-75. Boltinn út í hornið, allt og stutt. Þórsar að ná þessu frákasti. Rodríguez í þristinn og setur hann niður. Og þá kemur skipting hjá Skagamönnum. Jalen Dupree og Þórður Freyr fara að velli. Hjörtur og Felix koma inn á. Þetta er væntanlega liðið sem að klárar hennar leik. Nú séðan á Július. Hjörtur fer í þristinn. Aðeins og langur. Lucien með frákastið. Ákveður að fara bara inn sjálfur aftur. Finnur Hjört og Hjörtur stígur út af. Þá koma skiptingar hjá Þórsurum. Fannar Ingi Kristínarsson kemur inn á í fyrsta skipti í kvöld. Arngrímur Friðrik Alfreðsson líka. Lucien fer á bekknum með heimamönnum og Daði kemur inn á. Ég held að meðalaldurinn inn á vellinum sé kringu 17 ár. Hjörtur við að stela boltanum hérna af Hákoni. Fannar á Hákon. Það er nú örugglega ekki hár meðalaldurinn á Þórsliðinu heldur. Nei. Harris skorar 2 stig. Hjörtur undir mikilli pressu. Felix hjálpar honum. Hjörtur út í hornið á Jóel, hann finnur Daða, Daði fer í þristinn, þessir og stuttur. Baldur, lekkar tilþrif hérna. Boltinn gengur, Hákon inn að körfunni. Og Július Suranona, þetta Jón Orri kom oft inn á þetta hérna í lýsingu dagi. Július Suranona er dæmi leikmann sem að leyfir ekki, sko þegar hann brýtur. Þá brýtur hann þannig að þú getur ekki skorað. Já. Það er akkurat það sem hann gerir. Jafnvel þó að villan hafi verið komin áður að þá er hann að hindra að karfa. Þetta er akkurat eitthvað sem þú kannski kennir ekki svo. Nei, þetta er svona karaktereinkenni. Já. Og þetta var einmitt eitt af því sem að Jón Orri hrósaði gríðarlega mikið fyrir. Hjörtur hleypur út af með boltan. Skildum við ekki ná 100 stigunum. Ekki með þessa áframhaldi. Losar að bræða á þessu. Við fáum þrist frá miðju frá Jóel Suranona í svona flautukörfu. Þættinni, ég ætla að spá því. Þórsarar, Zakaris, á Baldur keyrir inn að körfunni, frábær vörn hjá Felix. Enn eitt var í skoti honum. Július reynir að finna Daða, gengur ekki. Zakaris. Hákon, hann missir boltan, Felix með stórinn bolta hana. Daði á Július, takti bara skotið, Daði fer í skotið. Þessi beitt í Daði Már Alfreðsson. Bætir sér og kemur á listan og kemur Skagamönnum yfir 100 stigin. Og hér er stigið hressilega út af 6 sekúndur eftir. Það var bara spurningin, eru Skagamenn að fara að taka skotið eða ætlaði bara að dribbla þetta út? 6 sekúndur eftir, þannig að þeir geta meiri sér að haft boltan bara á sínum vallarhelmingi það sem eftir er. Engar 8 sekúndur
Hjörtur ætla bara að gefa sér tíman í að og leikurinn klárast þannig 102-78. Þetta var svona leikur tveggja hálfleika, myndi maður segja. Fyrsti leikluti var jafn, Þórsarar héngu í Skagamönnum. Staðan í hálfleik 46-39 en síðan kom þriðji leiklutin. Það hann sem skilur af. Já, klárar hann að setna hálfleik sko, 56-39 og voru, var ekki, þeir voru náttúrulega með þetta svolítið í hálfleik en þeir klára þetta vel, það þarf að klára svona leiki og það gerðu þeir. Algjörlega og þannig að Skagalið vinnur inn alla leiklutana, síðasti leiklutin þegar 24-21 og heimamenn fá hérna bara standandi lófatak frá stúkunni. Hörku fín stemming og áður en að við kannski ljúkum þessu þá er kannski bara rétt að fara yfir hverju skoruðu þessi stig. Það var hjá Skagamönnum var stiga hæstur Anders Gabriel Adesteg með 25 stig, Jalen Dupree með 21 og hann var að auki með 16 fráköst. Síðan vorum við með Marko með 16 stig, Lucien 15. Davíð Alexander átti virkilega góðan leik eins og við sjáum stundum hjá honum. Hann er einn af þessum leikmönnum sem kemur annað slagið sko, og leggur sitt heldur betur að mörkum. Hann er með þetta. Hann var með 11 stig, Þórður Freyr með 8. Síðan Hjörtur Hrafnsson og Daði Már með svikor 3 stigin. Hjá Þórsurum var Arturo Fernandes Rodríguez algjörlega í sérflokki með 32 stig. Tony Kutuk með 18. Síðan vorum við með Baldur Örn með 9 stig. Smári og Hákon báði með 6. Páll Nóel með 3 stig og Hlynur og Zach Harris með svikor 2 stigin. Tony að auki með 20 fráköst. Takk hérlega fyrir það. Þetta var gríðarlega mikilvægur sigur fyrir IA vegna þess að það er eins og núna Fjölnismenn eru komin á skrið. Skallagrímur eru rétt á eftir okkur núna, þeir tapa í kvöld, það ekki rétt um mér. Jú. Þannig að við erum komin þá 4 stigum frá þeim, nei 2 stigum frá þeim. Þannig að þetta er svo gríðarlega jafnt frá 3. niður í 9. sæti í þessari deild að þetta var virkilega mikilvægur sigur. Já, algjörlega. Það er nú kannski bara verðt einmitt að kíkja aðeins á stöðutöfluna því að Skagaliðið er þá að koma sér í 10 stigi núna að jafna þar við Hrunamenn og Ármenninga og það sem að Selfoss sigraði Hrunamenn, þannig að Skagaliðið er komið upp að Hrunamönnum. Ármenningar eru undir núna, þannig að mögulega verða þessi 3 lið öll með 10 stig eftir að leikjum kvöldsins lýkur. Og Fjölnismenn eru þá komast upp í 8. Komur í 8 og þannig að þetta var, eins og segir, þetta var fyrirfram hugsaði maður líka að þetta er skyldusigur en það eru hættulegi leikir. Algjörlega. En Skagaliðið mætti til leiks og bara sýndi okkur hér á köflum alveg geggjutilþrif en ég minni á að næsta beina útsending okkar er frá leik á Selfoss hérna 16. desember og endilega hvet ykkur til þess að kíkja á það en fyrir þá Skagamenn sem eru hér í bæ að horfa á þetta hvet ykkur til að mæta í stúkuna, borga ykkur inn og taka þátt í stemmingunni því að stemmingin er öll á uppleið hjá Körfuknattleiksfélagi IA. Hannibal Hauksson, ég þakka þér kærlega fyrir samveruna. Miklu frekar. Örn Arnórsson heiti ég og þakka fyrir mig og eins ætla ég að þakka þeim Arnari Óðni Arnþórsinni fyrir frábæra myndatöku og Snorra Kristinssyni fyrir stjórnútsendingar sem var í fyrsta flokks eins og alltaf. Þangað til næst þá bið ég ykkur vel að lifa og gangi hægt gleðina dyr helgina. Hafið það sem allra best.